þá komið að þeim norður-kóreska. Þannig aðeins öðruvísi í laginu heldur en hinni tveir. Við höfum hann eins og hæðina, þar að segja 18 einingar, en hann tvöfalt lengri heldur en hæðin, þannig hann 2 sinnum 18 á lengdina, sem þýðir að hann 36 einingar. Og ég ætla einfaldlega að fara hér í kassa og teikna og ég ætla að slá inn gildin. Passum að taka hlutfallalásin af núna. Semst hæðin, við vitum hana 18 og 2 sinnum 18 þá lengdin 36. En hér erum við komin með stærðin á fánanum. Og þetta svona það bil hérna, já, flott. Ég ætla að lita þennan kassa rauða. Og núna ætla ég að duplicata hann, gera hann bláan og hérna svona. Það gera röndina jafn háa og þessar hérna rönd og þið getið, ef þið munið ekki, bara mælt hvað hún var há, en hún var 3,6 á hæðina. Svona, jafn há rönd. Ef þið rýnið vel í fánan í verkefninu, þá sjáið þið sem sagt að hvíta röndin örmjó og þið notið aðeins augað, en þið getið líka svona áætlað eitthvað. Þannig við segjum kannski að þessi blái hérna sé hérna bara 3. Svona, duplicata hérna bláa og gera hann hvítan. Og geti áætlað að þetta sé það bil 0,6. Og þá maður komin með hér þetta. Og ég get látið það snappa hérna við. Svona. Og ég vel bæði hvíta og bláa og ég grúppa það og ég duplicata það hérna svona og ég fer hér og sníði og svo get ég dregið þetta niður og látið snappa. Þá ég komin með grunninn í fánanum. Þá ég eftir að gera hringinn fyrir hringformið og þetta algjörlega hringlótt, þetta ekki sporiskja á neinn máta. Svo ég held niður Ctrl til þess að teikna hringlótt. Ég fer í hlutfallalásin til þetta haldi hlutfallanum sínum, að þið nú ætla ég að skoða svona hvernig varðandi stærðin á þess áttar. Að taka snappið aðeins af svo ég geti farið örlítið nær brúnunum á þess að fara alveg upp að þeim. Þannig að það bil svona. Ég á stjörnu hérna sem bara nákvæmlega eins og stjörnan sem ég ætla að nota. Þannig ég náttúrulega duplicata hana og dreg hérna yfir og hún á að vera rauð. Það eins, passa að hlutfallslásin sé á henni þegar þið farið í að stækka og kominni fyrir og passa að hún sé í þeirri stærð sem hún á að vera. Þið sjáið að það ekkert svona hvítt meðfram. Hún fer aðeins út í jaðrana alls staðar. Svona. Og í sjálfu sér þetta bara alveg að vera tilbúið núna. Kannski aðeins að koma þessu betur fyrir. Það spurning hvort ég mýkit eitthvað píku lítið og þá grúpa ég þetta. Og aðeins minnka. Og gæti það því að þetta ekki fyrir miðju eða neinstaðar neitt slíkt. Hann hérna svona aðeins til hliðar, örlítið lengra svona. Þá erum við komin með alla fánana og ég ætla að grúpa þennan. Að grúpa svona og þess að þar. Núna vil ég líka, að því við þurfum alltaf að vanda uppsetningu, æfa okkur í að setja hlutina fram, hafa sama bil á milli þeirra, þið getið notað augað eða einhverjar aðrar aðferðir í það. Þarna skiptir kannski ekki öllu þó að muni einhverju brotu millimeter. Og núna ætla ég að grúpa þá alla. Og ég sé strax að þeir eru ekki í sömu hæð, ég sé það hérna á valröndinni. Þannig ég ætla nú bara að ungrúpa þá hið fyrsta aftur. Hefðu alla valda, fer núna hér í alignið mitt og ætla að láta þá fitta alla hér uppi á brúninni eða niðri. Þannig að núna fitta þeir og ég grúpa þá. Svo beðið í verklýsingunni að blaðsíðustærðin sé
300 sinnum 100 millimetrar. Það er að segja að víddin sé 300, hæðin sé 100. Er á það. Og þá sjáum við að fánarnir eru voða litlir á þessum fleti. En ég er búin að grúppa, ég passa að hlutfallalásin sé á og ég einfaldlega stækka þá þannig að þeir fari smekklega á þessu skjali, að það sé svipuð hæð uppi og undir og svipuð hæð hér til hliðanna. Og síðan vista ég skjalið á vísum stað lýsandi nafni.